bara byrja á því að bjóða alla velkomna sem eru hérna með okkur í dag að fylgjast með þessu. Þetta topic sem að skipti miklu máli fyrir alla þá sem eru í fyrirtækjarekstri, út af því að mjög oft mikið fjármagn í boði sem að kannski frumkvöðla vita ekki endilega að geta nálgast. Og ég og Þórunn, við erum nýlega farin í smá samstarf, þar sem að ég náttúrulega búin að vera selja námskeið í stofnun fyrirtækja og með vinnustofu fyrir fyrirtækjaeigendur og ýmislegt annað, en ég búin að vera að fá svo mikið af fyrirspurnum varðandi styrkjamál, þannig að við Þórunn fórum í samstarf og við erum að fara af stað með nýtt námskeið í styrkumsóknum sem verður núna fer í loftið inn á frumkvöðla.is 1. nóvember. En það nú þegar komið í forsölu og við erum með sérstakt forsölu tilboð núna í gangi, þannig að ef þið kaupið aðgang að námskeiðinu fyrir 1. nóvember, þegar það fer svona officially í loftið, að það fáið það á sérstöku forsölu tilboði. Og mér skildist líka Þórunn að þú væri með eitthvað sérstakann bónus líka fyrir þá sem að vilja hoppa á þetta námskeið núna strax í dag og þá sem eru núna kannski á í þessari beinu útsendingu með okkur. Já, ég ákvað að setja upp svona sérstakann bónus sem að fjallar styrkjastefnu og stefnumótun í styrkjamálum sem að fólk fær ef það kaupir námskeið í dag. Og við tölum aðeins styrkjastefnuna líka á eftir. Frábært. Þannig ef þið viljið forvitnast meira námskeiðið, að þá það inn á frumkvöðlar.is/styrkir, þannig að þið getið kíkt á það þar. En annars skulum við bara byrja á þessu og ég veit það sko að ég fæ rosalega mikið spurningum alltaf styrki og ég bara sjálfur bara með langan lista af spurningum sem ég myndi vilja spyrja en við ætlum að reyna að fara svolítið strúktúrið í þetta en við ætlum samt að taka líka á móti spurningum frá þeim sem að hlusta og hvernig viltu gera það Þórunn? Viltu taka þær spurningar jafn óðum eða að safna maður saman, fara fyrst yfir svona nokkuð grundvallaratriði og fara svo yfir spurningarnar hjá öllum? Eða hvernig viltu gera þetta? Já, ég bara mjög easy sko, bara sjáum bara hvernig flæðið verður. Já, þá skulum bara hafa þannig að ég alltaf hrifnastur af því þegar fólk tekur þátt í umræðinni og þannig ef þið eru með eitthvað spurningar eða eitthvað, bara hendið mig í chatið, ef þið eru á Facebook Live, setið það í kommentin, við reynum að fara yfir eins mikið af þessu spurningum sem við getum og við sjáum bara hvað við komum langt á þeim tíma sem við höfum. En þó ég kannski bara byrja aðeins á einni spurningu og tökum það kannski aðeins þaðan. Ég veit það að margir velta fyrir sér hvort að raunverulega verkefni þeirra sé styrkhæft eða ekki. Þannig að spurningi mín hvernig geta þeir sem eru með eitthvað hugmynd metið hvort að hugmyndin sé raunverulega styrkhæf? Já, það fer þetta fyrst að skoða náttúrulega hvað sviði hugmyndin Við gerum kannski ráð fyrir því að hér inni í þessari beinu útsendingu séu aðalega frumkvöðlar sem eru með sprotafyrirtæki og einhver nýsköpunarverkefni, en svo eru líka til styrkir fyrir verkefni á sviði menntamála, menningar og listar og þess aftar. En ef við tökum þetta bara út frá frumkvöðlaumræðinni, þá eru flestir sjóðir að leita að verkefnum sem eru með eitthvað nýnami. Þannig að það er raunin svona það fyrsta sem þarf að meta. Stundum sér fólk ekki nýnamið alveg strax. Finnst þetta bara vera eitthvað sem er svona, hvað heitir það? Þau sjá kannski ekki hvað nýtt í því og svo stundum fólk að segja, jú það nýnami, það einhver að gera þetta, ég að gera þetta allt öðru sig, en það mjög mikilvægt að koma því á framfæri hvar nýnami liggur. Besta leiðin til að finna út hvort ákveðin styrkur henti verkefninu hreinlega að fara á síðu viðkomandi sjóðs og lesa reglurnar. Því þar alltaf mjög skýrt kveðið á hvers konar verkefni verið að styrkja og svo eru stundum áhersluatriði, eða svona áhersluþættir í hverju úthlutun fyrir sig sem það mikilvægt líka að sjá hvernig verkefni uppfyllir það. Ég heyri ekki Geirhaukur. Ég var búin að mjúta sjálfa mig, afsækja þetta. Ég var að segja að við erum búin að fá inn þó nokkru spurningum hérna í chatinu og mér langaði bara aðeins að kíkja aðeins á þær, bara til þess að heyra í fólkinu. Hún Agnes var að spyrja hvort að þetta samtal birt síðar og það verður aðgengilegt í framhaldi af þessu
þannig að ef þú missir af lokunum þá getur þú nálgast aftur inn á frumkvöðla.is. Svo hérna spurning frá honum Ástþóri. Hann að spyrja hvort það sé hægt að sækja styrki til að búa til námsefni eða þess háttar. Eða fellur það kannski út fyrir þessa frumkvöðla eða námsstyrkja umhverfið. Þannig að hvað segir þú? Hægt að sækja styrki til að fá búa til námsefni? Já, það eru nokkru styrki sem ég veit af. Þróunarsjóður námsgagna einn styrkur. Þá eiginlega verið að hugsa námsefni fyrir grunn-, framhaldsskóla og háskólastig. Sprotasjóður líka fyrir svona fyrstu skólastigin, þar mögulega hægt að fá styrki fyrir námsefnisgerð. Loftslagssjóður með fræðslustyrki, semst ef verkefnin á sviði loftslagsmála. Ég sá að Samtök iðnaðarins líka með einhverja styrki sem var verið að birta upplýsingar í gær, og mér minnir að eitt af áhersluatriðum þar hafi verið fræðsla. Þannig að það eru til þó nokkrar tegundir af fræðslustyrkjum, já. Ok. Hérna fengum við líka spurningum frá henni Aníku, hún spyr hérna, eru til upplýsingar þessa minni styrki? Má sjá. Já, þessi minni styrki sem fyrir fólk sem að byrja, eða þetta alveg bara fyrir fólk sem komið í fyrirtækjarekstur? Það eru til alveg slatti af styrkjum fyrir fólk sem að byrja, til dæmis fræið hjá Tækniþróunarsjóði, atvinnumál kvenna, ef að fyrirtæki eru í meirihluta kvenna, frumkvöðlasjóður Íslandsbanka, hvað var meira, það var að koma einhver annar frumkvöðlasjóður daginn, man einhverja var allavega. Það er hægt að sækja lista yfir alla styrki, eða meirihlutin af styrkjunum sem eru í boði á Íslandi inn á þórun.is. Þar ég með svona frían styrkjalista sem fólk getur sótt og skoða þá. Það er rauninni bara yfirleitt yfir styrkina eftir styrkjaflokkum, en það er engar dagsetningar en þannig þar inni. Já, þannig að næsta spurningin hjá mér var hvar getur fólk fundið styrki fyrir sín verkefni. Þú svaraði þá henni í rauninni þarna, það er inn á þórun.is. Þú hefur í rauninni farið í gegnum þá vinnu að taka saman þessa styrki og fólk getur nálgast þetta hjá þér, eða ekki? Jú, þar ég með lista yfir svona þá íslensku styrki sem ég veit af eða fólk hefur bent mér á. Ég líka með eitthvað á norrænum styrkjum, eitthvað af Evrópustyrkjum og við erum alltaf að bæta við listan líka eftir því sem við fáum ábendingar styrki sem eru í boði. Þannig að það er hægt að fara bara þar inn og það ætti að koma pop-up gluggi eða við skrolla niður til að sækja listan. Já, það er kannski ágætt líka að nefna að það er rosalega mikið styrkjum í boði og styrkjaumhverfið breytist mjög títt, það er alltaf að detta inn einhverjir styrkir hér og þar og eitthvað svoleiðis og það er til dæmis erfitt að fylgjast með þessu, en það er alltaf nokkri styrkir sem eru mjög stabílu og eru alltaf á sínum stað og það er þessi grunnstóðir í styrkjaumhverfinu. Algjörlega. En má ég sjá, ég ætla að halda aðeins áfram með spurningarna sem ég er með þarna, áður en ég fer síðan aftur í spurningarna hjá þeim sem að hlusta. En næsta spurning er hvernig er best að undirbúa sig þegar það er verið að sækja styrki? Ok, þá komum við að styrkjastefnunni sem er mitt nýja uppáhaldsumræðefni. Af því að oft þegar fólk með ný fyrirtæki, þá oft mörg verkefni, mörg svona minni þróunarverkefni í gangi, mögulega með þróunarverkefni og markaðsverkefni á sama tíma og þá hefur mér fundist gagnlegt að hjálpa fólki í gegnum svona styrkjastefnumótun, þar sem þið eru að skoða bara hver stefna og markmið fyrirtækisins, hvaða verkefni eru þið með í gangi í dag og hvernig eru það að fjármagna þau, hvaða verkefni eru framundan og hvað kosta þau. Og svo að byrja að skoða kannski styrkjalistan frá mér eða að byrja að skoða inn á Rannís eða öðrum heimasíðum sjóðana, hvaða styrkir eru í boði fyrir verkefnið, velja svo hvaða styrkir henta verkefninu, af því að þó að þessi styrkur sem þið geti sótt það er ekkert víst að hann henti verkefninu. Kannski fjárhæðin alltaf lág með við vinnuna sem þarf að leggja í þetta, með við fjármagni sem þið þurfið í verkefnið. Kannski þyrfti það að breyta verkefninu til að uppfylla reglurnar eða svona kríteríunum hjá sjóðnum, þannig að það þarf að skoða það mjög vel. Og svo að reyna að virkja mannauðinn sem þið hafið í teyminu ykkur. Ég sé rosalega oft hjá fyrirtækjum, jafnvel sem eru með stór teymi, að það er ein manneskja að skrifa styrkumsóknina, sem er kannski þróunarstjórinn, sem gæti samt verið að fá inn framkvæmdastjórann eða fjármálastjórann
mannesku markaðsmálunum til að koma inn með sína sérfræði þekkingu og hjálpa til við að byggja upp eins samkeppnishæfa umsókn og hægt Já. Og þegar þetta komið að þá að búa til aðgerðaráætlun þarf að gera allir 6 mánaða til 12 mánaða, ég myndi segja að 12 mánaði væri svona eða hámarkið í styrkjastefnu. Það sem þið setja bara niður hvaða styrka á sækjum og hvenær, hverjir koma að þessu og vera svo jafnvel með einhver svona kick-off fundi fyrir hverja styrku umsókn, sérstaklega ef þetta eru stóri styrkir, ef við erum að tala tækniþróunarsjóð, matvælasjóð, loftslagssjóð eða einhverjum af Evrópustyrkjunum. Og vera svo bara að taka þetta bara eins og þróunarstarfi, bara vera með vikulega fundi þar sem við erum að fara yfir hvað gekk vel, hvað fólk að stranda og svoleiðis og vinna umsóknum svolítið þannig í teyminu þannig að þið séu svona með svona að framvindan sé í góðum takti. Þannig að í rauninni það sem þú ert að segja er að með því að fara í styrkja stefnu eða vinna vera búið til styrkja stefnu, þá er því í rauninni að búa til einhvers konar áætlun fyrir styrki í fyrirtækjum. Þannig að þið gerir þetta í rauninni markvisst og takir svolítið heildræna nálgun á þetta og skoði í rauninni bara hvað í boði, hvað að sækja hvenær eru tímasetningar og teikna þetta svolítið upp í staðinn fyrir það að gera sem flestir eru að gera, sem er svona að þeir heyra einhverjum styrki einstaka sinnum og þá einhvern veginn ætlaði bara að hoppa á það að sækja það og það er alltaf miklu meiri vinna heldur en að gera sér grein fyrir, þannig að frekar að vera með góða strategíu, eða ekki, að vera með þess að styrkja stefnu þannig að þið getur undirbúið ykkur betur og gert þetta markvissara. Jú, algjörlega og líka hugsa hvernig hægt að afmarka verkefnin fyrir mismunandi styrki eða sjóði. Af því að margir horfa bara á þeir eru að þróa einhverja vöru, þeir horfa á það sem eitt stórt verkefni. En það er hægt að búta niður í mörg smærri verkefni, til dæmis út frá markhópi, kannski er með nokkra mismunandi markhópa að það var tvíka vöruna að hverju markhópi fyrir sig, kannski er þetta mismunandi útgáfur, þið ætlið fyrst að gera alfa, svo beta, svo fyrstu útgáfu og þá er hægt að taka þetta svolítið svona í skrefum, til dæmis byrjaðu að sækja fræ fyrir fyrstu drög frumgerðar, sækja svo sprotan fyrir frumgerðina eða beta útgáfu og halda þannig áfram í gegnum í rauninni svona styrkja umhverfið. Bæði til að reyna að fá hann sem mest fjármagn en líka til að fá hann fjármagn yfir sem lengstan tíma. Þannig að þið séu að full nýta þá styrki sem í boði. Algjörlega. Ég ætla að taka hérna aðeins nokkra spurningar til viðbótar sem við erum búin að detta hérna inn. Það er gaman að hoppa svona aðeins á milli. Hérna spyr hann Egill, geta hugmyndir sem eru búnar að sækja einkaleyfi með fagmönnum skora lágt í nýnæmi? Það þykir mér ólíklegt. Ég myndi halda að myndi skora hátt í nýnæmi. Og ef það verið að sækja í tækniþróunarsjóði til dæmis Horizon áætlunina hjá Evrópusambandinu, þá er mjög sterkt að vera búin að leggja inn umsókn einkaleyfi. Af því það sýnir fram á að það sé mikið nýnæmi í verkefninu. Gústi spyr hérna hvar sækir maður styrki og það er kannski ágætt líka bara að nefna svona atriði eins og þetta að mismunandi styrki sækjur og mismunandi stað en yfirleitt er ferlinn þannig Þórunn ekki að það eru upplýsingar styrkina inn á síðunum hjá viðkomandi aðila og svo er ferlinn kannski mismunandi, stundum eru rafræn form sem á að fylla út, stundum það nú bara að senda tölvupóst, þetta er mjög mismunandi. Hver er þín upplifun af þessu Þórunn? Hvernig myndir þú segja að svona algengast væri? Það er algengast að sé eitthvað rafrænt form sem þarf að fylla út, stundum er bara rafrænt form, stundum þarf líka að skilja einhverju verkefnislýsingu sem er jafnvel á formáti frá eða sniðmáti frá viðkomandi sjóði. Það eru svona, þegar verið að senda inn með tölvupósti, það er oftast einhverju svona pínulitli sjóðir, samfélagssjóðir á vegum fyrirtækja sem eru kannski ekki með sitt eigið kerfi. Einmitt. Herrin, já, þið sem eru að hlusta endilega verið ófeimin við að senda inn spurningar. Við erum mætt ég og Þórunn til þess að reyna að hjálpa ykkur, til þess að reyna að gera styrkina auðskiljanlegri og einfaldari og reyna að hjálpa ykkur að skilja góðum umsóknum. En þá er einmitt komið að minni næstu spurningu Þórunn og það er nauðsynlegt þegar maður er að sækja styrki og maður vil skilja góður umsókn, er nauðsynlegt að kaupa sér ráðgjöf til þess að geta skilað góður umsókn? Ég myndi ekki segja verið nauðsynlegt og þetta er það sem ég geri alla daga að veita ráðgjöf varðandi styrkumsóknir.
Það getur verið gagnlegt og það getur líka skilið milli þess að fá styrk og fá ekki styrk. Það fer algjörlega eftir hver reynsla og bakgrunnur þess sem að skrifa styrkumsóknina. Oft þegar fólk að skrifa í fyrsta sinn, þá veit það ekki alveg hvernig orð fara að nota, hvað öll þessi orð þýða og skilgreiningin á öllu orðfærinu sem notað í umsókninni. Það áttar sig kannski ekki á því hversu mikinn tíma þarf að leggja í umsóknina og það eru fleiri þættir sem að fólk kannski þarf að læra eftir því sem að skrifa fleiri umsóknir. Margir sem að byrja hafa hreinlega ekki efnaði að kaupa sérfræðiráðgjöf og það ein af aðalástæðunum fyrir því að við erum að búa til þetta námskeið að fólk sem kannski með minna startup fjármagn geti sótt sér sérfræði þekkingu án þess að vera að kaupa tíma hjá sérfræðingi til að aðstoða sig við eða styðja sig í gegnum ferlið. En svo getur líka, ég meina svo ég og fleiri sem erum að bara taka yfirlestur á umsóknum. Þannig að oft fólk hefur kannski búið að skrifa umsóknina og fær yfirlestur, fær endurgjöf áður en það sendir inn og þá það auka líkurnar kannski á því að komast í gegnum nálaröðið. Það ekki nauðsynlegt en getur verið mjög gagnlegt. Við vorum að fá spurningu í framhaldi af þessu. Hvað kostar sérfræðiráðgjöf í styrkumsóknum? Þetta dýrt og þetta geranlegt fyrir hinn venjulega aðala sem kannski taka sín fyrstu skref eða þetta hugsa aðala fyrir þá sem kannski komnir aðeins að staði í rekstrinum? Kostnaðurinn mjög misjafn. Það fer algjörlega eftir í hvort þetta bara einn yfirlestur áður en fólk skilar inn, hvort maður að vinna umsóknina með fólki alveg frá grunni. Ég myndi segja þetta væri kannski, fólk þyrfti að gera ráð fyrir kannski 30-40 lágmarki í þetta og alveg upp úr Hérna spurning varðandi skatt og gjöld af styrkveitingu. Hversu mikill skattur eða gjöld fara til ríkisins þegar maður fær styrk? Þetta skattskyldar tekjur? Þetta í rauninni bókfært eins og tekjur. Þannig að þetta bara spurning tekjuskatt fyrirtækja. Flest fyrirtæki upphafi eru að skila tapi. Þannig að þau eru ekki að greiða tekjuskatt. Já, styrkirnir fara yfirleitt inn í fyrirtæki sjálft, þannig að þetta ekki beinlínis að koma inn á bankareikning einstaklingsins og einstaklingurinn þarf ekki að fara að hafa áhyggjur af því að þetta sé eitthvað skattlagt á sig út af því að yfirleitt næstu alltaf fara þess að tekju beint inn í stofnað fyrirtæki. Þannig ef þið eru ekki búin að stofna fyrirtæki þá yfirleitt sækið styrki fyrir hönd óstofnaðs fyrirtækis. En það ekki rétt hjá mér þóru? Jú, í sumum tilfellum þá verður að vera fyrirtæki til staðar en í þessum styrkjum sem eru hugsaðir fyrir fyrstu skrefin eins og fræ og sproti hjá tækniþróunarsjóði þá getur einstaklingur sótt en svo þarf að stofna fyrirtæki á styrkurinn fæst og þá styrkurinn greiddur inn á reikning fyrirtækisins. Endilega haldið bara áfram komið með spurningar, ég ætla að halda áfram með minn lista. Þegar ég að sækja styrk fyrir eitthvað verkefni, get ég sótt fleiri en einn styrk fyrir sama verkefni? Ef ég með einhver eina hugmynd, get ég sótt bara alls konar styrki út allt og marga styrki fyrir þetta sama verkefni? Já, í flestum tilvikum það hægt, en það þarf náttúrulega, þetta gott að henda út netinu vítt og reyna, af því að maður veit aldrei hvort maður fær styrkin eða ekki, þannig að það að gera sækja sem flesta styrki. En styrkina getur verið mismunandi stórir líka, þannig að kannski eitt verkefni umfangsmeira og kostnaðaráætlunin hærri, annað umfangsminna, kostnaðaráætlunin minni. Það sem þarf að passa að sumir sjóðir gera kröfu að það sé ekki verið að veita fé úr öðrum opinberum styrk sjóði í verkefnið. Og svo þarf líka að passa að það sé ekki verið að offjármagna verkefnið, þannig að þeir séu að fá styrki umfram kostnaðaráætlunina. En það er alveg leyfilegt að ef það mótframlagskrafa að það komi frá öðrum styrk svo lengi sem það fer ekki yfir og þeir séu ekki að tvífjármagna sömu verkþættina. Já, ég held að sé bara mikilvægt fyrir fólk líka bara að gera sig grein fyrir að það sækjum styrki vinna og það ég myndi telja að betra að taka fáa styrki, gera það vel, frekar heldur en reyna bara eitthvað að henda út á alla styrki. Já, stundum samt hentar það vel, sérstaklega svona í upphafi
það kannski skrifar eina styrkumsókn, sendir hann inn, gerir hann svo aðeins betri, sendir hann í annan sjóð því að oft eru sjóðurnar með mjög svipaðar spurningar. Þannig að það hægt að endurnýta umsóknina svolítið, bara til að reyna að hitta einhvers staðar á styrk. Já. En þegar fólk lengra komið þá einmitt frekar bara velja vel hvað styrkja á sækjum og fókus á það, bara út frá til dæmis fjárhæðinni sem hægt að fá inn. Ég var að fá spurningu frá honum Brynjari. Hann spyr hvernig verkefni eða fyrirtæki það sem auðveldast að fá styrk fyrir? Þannig að hvers konar rekstur eða hvers konar hugmynd líklegust til þess að fá styrk? Það rosa erfitt að segja. Stórt í frumkvöla heiminum þá þetta bara ef það einhver nýsköpun í verkefninu og eins og ég segi þá getur stundum verið erfitt að einhvern veginn henda reiður á hvar nýsköpunin liggur og það tekur oft svona nokkrar ítranir á texta að finna það og svo stundum við mitt heldur fólk að það sé einhver nýsköpun en hún í sjálfu sér ekki til staðar. Þannig að það þarf að horfa svolítið á bara hver samkeppnin, hvernig fólk að leysa þetta vandamál í dag sem að verkefni þitt á að leysa, ekki bara á Íslandi heldur á alþjóðavísu. Og út frá því oft svona hægt að komast nærri hvar nýnami akkurat liggur og koma í svo framfæri til viðkomandi fagráðs. Ég held að þetta sé einn af þessum punktum sem ég sé mjög oft þegar ég að tala fólk styrki, það að fólk heldur að það þurfa að vera svo mikið nýsköpun í þessu, þannig að þarf að vera eitthvað nýsköpun, en ég held að oft sé fólk aðeins að misskilja nýsköpun, eða það heldur einhvern veginn að þurfa að finna eitthvað upp sem hefur aldrei áður verið til, að finna hjólið upp og nýtt eða eitthvað svoleiðis, en stundum þetta spurning bara að setja saman tvo hluti sem hafa áður verið til á nýjan hátt og það oft nýsköpun, eða að vera bara með alveg nýja gerð af tekjumódeli eða gera þetta með einhverjum öðrum hætti heldur en margir aðrir að gera og það getur oft verið nýsköpun fólkin í slíkum hlutum. Það ekki alltaf bara, mjög tæknilega atriði, stundum það bara svona almennt sér vandi reksturinn eða eitthvað annað. Já, algjörlega. Ég held að fólk hefur oft þá sýn á nýsköpun að það sé, verið að finna upp eitthvað hardware, nýja tegund af eldflög eða eitthvað. En oft eins og þú segir, þetta bara verið að taka mismunandi tækni og svona tækni yfirfærsla, heitir þetta víst. Það svona að taka tækni sem til einhvers staðar og nýta hann á nýjan hátt. Þetta getur verið í ferlum, þú getur verið að gjörbreyta og umbylta ferlum á einhverju sviði. Það getur verið í þjónustu, það getur verið í ótrúlega mörgu. Já. Hérna var ég að fá skilaboð frá henni Fanney Marín. Hún segir hæ, broskall. Og takk svo mikið fyrir. Nú sóttum við styrk fyrir á árinu og fengum úthlutað til hamingju með það, Fanney. Og þau að fara núna að vinna í næstu skrefum og ganga til samninga og hún að velta fyrir sér að þessi sjóður sem sóttum lánar alltaf 2 milljónir og þau sóttu ekki alveg fulla upphæð og hún að velta fyrir sér hvort sé hægt að breyta upphæðinni eftir á og já, þetta styrkurinn fræ, þannig hún að velta fyrir sér hvort að sé hægt að breyta upphæðinni eftir á eða hvort að þú hefur eitthvað ráðleggingar með það, þegar fólk að sækja á það yfirleitt að sækja alla upphæðina eða hvernig það? Já, í fræinu ekki, almennt við tækniþróunarsjóður ekki eftir að breyta fjárhæðina eftir það, þannig að ef þú sóttu ekki fullan styrk, þá bara það þannig. Ég mæli með því að fólk í flestum tilvikum sækja fulla fjárhæð, vegna þess að í versta falli kemur sjóðurinn tilbaka eins og uppbyggingarsjóðurinn gera stundum. Þú sækir kannski 4 milljónir, þú fær svar, við ætlum að veita þér styrk upp á 3,2 milljónir. Og þá þurftu bara að aðlaga verk- og kostnaðaráætlunina að því. Þannig ég myndi alltaf sækja þá fjárhæð sem þú þarft, en hafa samt í huga hver hámarksfjárhæðin. Ef að hámarksstyrkur 4 milljónir, ekki hafa kostnaðaráætlunina upp á 20 milljónir. Reyndu frekar að afmarka verkefni betur, þannig að þú sækir 4 og þú kemur með 4 á móti. Kannski 5 eða 6. Þannig að reyna að hafa verk- og kostnaðaráætlunina, til samræmis við fjárhæðstyrksins. En í langflestum ef ekki öllum sjóðunum að þá bara sækja
hámarksfjárhæðina og í versta falli færðu bara aðeins lægri styrk en sótturinn. Já, og ég held að það sé líka bara algengt, sko. Ég hef fengið styrk 2 úr Rannís fyrir mín fyrirtæki og í bæði skiptin þá fengum við styrkina, fengum töluvert lægri uppæð heldur en við sóttum Já, en það var á tíma sem að Tækniþróunarsjóður var mjög undirfjármagnaður og var að lækka styrkina, bara yfir að heila, það fengu allir lægri styrk heldur en hámarkið. En í dag Tækniþróunarsjóður að fullfjármagna út frá heildarfjárhæð hvers styrks fyrir sig. Þeir eru ekki að lækka styrkina. Já. Þannig að það liðin tíð sem betur fyrir, allavega í bili. En og ég líka fæ stundum spurningu frá mörgum hvort að þessi meiri líkur á því að fá styrk ef þú sækir lægri fjárhæð, þess að þú sækir ekki hámarksfjárhæðina og það er almennt ekki þannig. Það sem skiptir mestu máli er verkáætlunin og kostnaðaráætlunin séu svona make sense, að umfang verkefnisins og umfang kostnaðaráætlunar séu svipa. Þannig að maður sé í rauninni að sækjum upphæð sem samræmist þeirri upphæð sem maður þarf á að halda til þess að ná að ljúka því skrefi eða því verkefni sem maður að sækjum styrkin fyrir. Já, þannig að þegar fagráður að lesa umsóknina og horfir á kostnaðaráætlunina, þetta kostar 10 milljónir, eða segjum 20 milljónir og 2 árum ef fólk að sækjum sprota, að verkáætlunin sem lögð fram, að þessi raunhæft að þið náið að klára þetta fyrir 20 milljónir á 2 árum og líka að þið séu metnaðarfull og þið ætlaði ekki að gera bara eitthvað smá fyrir 20 milljónir, skiljur. Þannig að það þarf að vera samræmið á milli. Já, þetta er mjög mikil svona kunst að læra og átt að sjá hvað styrkinir raunur vilja fá, sko. Já. Það er búið að safnast upp þó nokkuð spurningum. Ég ætla að taka þetta eina í viðbót og en ég held síðan áfram með mínar, en ég ætla að reyna að fara í sem flestar af þessu. Hérna er eina spurningu frá Garðari, hann spyr hvað best að sækja norræna sjóði? Og hann spyr líka, eru þeir sjóðir yfir 100 milljónum? Ég hef ekki, það fyrir svolítið eftir á hvað sviði verkefni er. Ég hef aðalega verið að vinna með menningar- og listatengt verkefni í norrænu sjóðunum. Ég þarf eiginlega bara að taka annan rúnt á norrænu sjóðunum vegna þess að það voru nokkrir til sem voru tímabundnir. Þannig ég þarf alveg að skoða það eins og reyna að bæta við styrkja listan. Já. Og ég held sko norrænu og líka bara evrópsku sjóðirnir að mér hefur fundist, ég hef reyndar ekki sjálfur sótt en ég kíkti á þetta á tímabili, þetta oft stóri sjóðir en oft mjög svona flóknir og þetta er svolítið svona mikið í svona, þannig að maður þarf alltaf að leggjast yfir þetta þegar maður er að sækja svona sjóði. Já, og í norrænu sjóðunum er nánast alltaf gerð krafa samstarf við aðra norræna þjóð og það er eins með marga Evrópustyrki, ekki alla. Já. Þannig að það þarf að leggja svolítið yfir það og það eru oft við meira umsóknir líka, sérstaklega Evrópusambandsumsóknir. Já. Herrin, ég ætla að halda aðeins áfram með mínar spurningar, þannig við komumst nú allavega í gegnum þær, þetta er búið virkir þátttakendur núna, og það er gaman þegar maður fær svona mikið af spurningum og bara endilega hendið inn spurningum, við ætlum að reyna eins og við getum að komast yfir sem mest. Má ég sjá, hversu langt á veg þarf verkefni að vera komið til þess að sé hægt að sækja styrk. Það er að segja, sko, er hægt að sækja styrk þegar þetta er bara hugmynd, ef ég er bara með einhverja hugmynd, get ég sótt eða þarf ég að vera búin að vinna einhverja rannsóknarvinnu, þarf ég að vera búin að búið til prótótípu, hvert þarf ég að vera komin til sótt styrk? Það er eiginlega í rauninni til styrkir fyrir alla fasana. Ef þú bara fékkst hugmynd í fyrradag og vilt tjekka hvort þú getur gera hagkvæmniathugun eða eitthvað, þú getur sótt fræið hjá Tækniþróunarsjóði, sem dæmi. Kannski ertu búin að komin aðeins lengra, farin að gera einhverja samkeppnisgreiningu, markaðsgreiningu, áttaðu markaðstækifærinu. Þá getur þú farið kannski að sækja frumkvöðlis á Íslandsbanka. Kannski ertu byrjaður að vinna eða komið með fyrstu drauga frumgerð eða eitthvað byrjaður að vinna að verkefninu, þá getur þú sótt sprota. Þannig að það þarf einmitt að horfa svolítið að horfa á styrkina út frá því hvar verkefnið er statt. En eins og segja, ef þetta er bara hugmynd, þá er samt hægt að sækja styrk fyrir því. Það þarf að þróa þetta aðeins áfram með þetta og það þarf að skila eins og í fræið, þarf að skila annarkvort myndbandi eða glærukynningu, það þarf að gera aðeins grein fyrir verkefninu. En það er samt líka fær fólk til að þróa hugmyndina á verkefnið aðeins áfram, átt að segja á því hvaða þætti þarf að kanna áður en haldið er áfram og svona. Þannig að þetta er til fyrir öll stig.
Já. Heyrðu, má ég sjá. Þegar það kemur að því að vinna styrkumsókn, hvað myndirðu segja að væri svona mikilvægasti þáttur? Hvað það sem að styrkveitendurnir eru mest að horfa til? Hvað það sem skiptir mestu máli þegar maður er að gera styrkumsókn? Stórt spurt. Já, í fyrsta lagi náttúrulega bara verkefnið uppfylli reglur og þá kríteríu sem sjóðurinn setur. Þannig að við gefum okkur það sé til staðar, það sé eitthvað nýnámi til staðar, þá myndi ég segja að skipti mestu máli að huga að því og meðan þú ert að skrifa, af því að þetta er takmarkað pláss sem fólk hefur. Oft er þetta bara stafabil, 1000 stafabil til að fjalla markastækifærið, til dæmis, eða 1500 stafabil. Stundum er þetta 20 blaðsíðna verkefnislýsing sem eru frekar fljótur að fylla oft. Hvernig getur komið upplýsingum verkefni til skila á sem hnitmiðastan hátt, þannig að þú vekir upp áhuga fagráðsaðilann sem er að lesa verkefni eða lesa verkefnislýsinguna, þannig að hann skilji hvað þú ert að gera, hann átti sig á umfanginu, hann átti sig á tækifærinu og svona, þú þarft svolítið að vera að selja verkefni í gegnum all umsóknina, þú þarft að vera með söguþráð og það er mjög gott að nýta sér frásögnarlistina, þannig að þú þarft að halda áhuga lesandans í gegnum umsóknina. Já, ég hef alltaf litið á þetta svolítið sem sölumennsku, mín upplifun af styrkjum og þegar ég er að reyna að selja einhverjum hugmynd eða eitthvað, hvort sem það er styrkir eða hverjum sem ég er að selja, að þá finnst mér skipta svo miklu máli að skilja hver hagurinn er af þessu fyrir aðilann sem að hugsanlega kaupir þetta, skilur, vöruna eða umsóknina, hvað sem það er. Þannig að það skiptir svo miklu máli að rannsaka þessa styrki sem þetta. Af hverju þeir eru að veita styrki? Hvað er í rauninni hagurinn þeirra af því að veita þessa styrki? Og það er yfirleitt einhver ástæða bak það, að skapa störf á Íslandi eða gjaldeyristekjur eða eitthvað svoleiðis og ef þið skiljið þann sem er að veita styrkina, þá er miklu meiri líkur á því að þið geti í rauninni mótað söluræðina þannig að þið séuð að koma inn á þá punkta sem skipta það máli. Já, og hér er líka mjög gott að skoða að því að allir sjóðarnir, held ég, eru með reglur sjóðsins og tilgang og allt það opinbert á heimasíðunni og margir eru líka með matsblöðin, þannig að þið geti skoða hvernig er fagráðið að lesa umsóknina, hvernig er það að meta umsóknina og þið getur svolítið nýtt ykkur þessi matsblöð og hjálpa fagráðinu að setja ykkur á réttan stað í matsblaðinu. Þú veist, til dæmis í nýnáminu að þá getur þið nýtt svolítið orðfæri sem er notað í matsblaðinu í umsókninni og svo þurfum við þetta rökstyðja. Til dæmis ef þau eru að tala að verkefni sem er hátt nýnámi, að nota það orðfærið sem er notað í matsblaðinu fyrir hátt nýnámi og svo rökstyðja. Hvers vegna segið þið að þetta sé hátt nýnámi? Ég ætla að sjá hvað ég geti gert eina tilraun hérna. Ég nefnilega, við erum komið svo marga hérna sem eru að fylgjast með. Það er hátt í 100 manns í heildina sem eru að fylgjast með, allavega hérna á Zoom. Þannig ég get ekki alveg fylgst með hvað eru margir inn á Facebook Live, en mér langaði allavega þeir sem eru að senda okkur smá skoðanakönnun hérna og með 2 spurningar, bara hefurðu sótt styrki, já eða nei, og ef þú sótt styrki, fékkst það. Ég ætla að pröfa að senda þetta á okkur hérna og endilega, það væri bara gaman að meðan ég og Þórunn erum spjalla, ef þið eru til í að svara þessu, þá getum við svona aðeins átta okkur á, þú veist, hver ykkar upplifun af þessu er og ég ætla meðan aðeins að kíkja hérna á spurningarnar sem eru komna inn og það heldur áfram að rigna yfir okkur spurningum. Jón Þór hérna, hann spyr, þarf ekki að gera mikið úr lækkun kolefnisfótspors í umsókn þótt að skipti í raun litlu engu máli í hugmyndinni? Ég held ég skilji ekki alveg spurningar alveg nóg vel hjá Jón Þór, en ertu að tala hvort það þurfa að vera að leggja áherslu á umhverfismálefni þótt þú að það passi ekki raunverulega við hugmyndina. Er það rétt skilið á mér? Í tækniþróunarsjóði er í dag spurt umhverfisáhrif, hvort að verkefni skapi jákvæð umhverfisáhrif.
Já, ég skil. Og mér skilst að þau sé að breyta, núna orðið þannig í frægi að þú átt að velja 2 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem eru auðvitað mun umfangsmeiri heldur en bara loftslagsbreytingar. Þannig að og mér skilst að það eigi að fara svo inn í allar umsóknir hjá Tækniþróunarsjóði líklega frá með mars á næsta ári. Það sem verður spurt það sem þú þarft að matcha þessu við heimsmarkmiðin. Ok, ég er aðeins bara... En já, til að svara spurningunni fyrir ekki. Stundum eru engin jákvæð umhverfisáhrif eða er erfitt að finna jákvæð umhverfisáhrif af verkefninu og þá er hreinlega hægt bara að segja það. Stundum áttar fólk sig ekki á því fyrir að kafa aðeins dýpra hvaða jákvæð umhverfisáhrif er verið að skapa. Til dæmis að það vera stafræni verið einhverja ferla sem að áður voru þannig að þú þurftir að keyra á einhvern stað til að skrifa undir eitthvað plagg, til dæmis í banka og keyra svo aftur heim eða á skrifstofuna og í dag getur þú bara gert þetta allt rafrænt í símanum. Þá verður það ein tegund af jákvæðum umhverfisáhrifum vegna þess að þetta minnkar kolefnislosun. Stundum áttar hreinlega ekki við, en ég myndi alltaf reyna að koma með einhvern punkt þar. Já. Ég er hérna að skoða bara aðeins úr skoðanakönnuninni sem við sendum út, það er gaman að kíkja á að það er 55% af þeim sem svöruðu sem hafa sótt styrk hérna, af þeim sem eru að hlusta og 45% hafa ekki sótt styrk. En allan meðal þeirra sem hafa sótt styrk, að þá virðist vera mjög svipað sem hafa fengið styrk og þá sem hafa ekki fengið styrk. Ég myndi segja að það væri kannski örlítið fleiri hérna sem hafa fengið styrk, en það virðist vera mjög jafnt og þannig að það er mjög gaman að allan að heyra meirinn helmingur hérna inni hefur sótt eitthvað svona styrk og meirinn helmingur af þeim hefur í rauninni fengið styrkin, sko. Þannig að þetta er alveg algjörlega eitthvað sem er geranlegt, sko. Já, og ég finna oft hjá nýjum frumkvöðlum sem eru kannski með bara mjög flottar hugmyndir, mikil nýsköpun, sem ýmist áttar sig ekki á því þau geti sótt styrki, áttar sig ekki á því hvaða styrki er hægt að sækja er hreinlega að hafa ekki sjálfstraustið í það. Já. Oft er þetta fólk sem er mjög skapandi, er alltaf að búa eitthvað til, en er kannski ekki mjög vant í að skrifa texta, er kannski með lesblindu, er mjög fljótfært, þannig að það treystir sér ekki til að setjast niður og skrifa umsóknina. Og ég hef unnið með mörgum frumkvöðlum sem eru einmitt þessa týpur og sem eru bara að koma með mjög flott efni til mín sem að ég svo vinn úr, ég aðstoða við að vinna úr textanum, gera hann betri, eða jafnvel bara benda, ég kannski bara lesi yfir og bendi svo á, fáðu bara prófarkalesara. Er einhverju fjölskyldunni þinni sem að vinur sem að getur lesið yfir umsóknina, hjálpa þér að þétta hana saman áður en þú sendir inn. Þannig að það er að gera ef þið eru með flott verkefni, ef þið getið speglað verkefnið í sjóðnum sem að þið eru að skoða, það er að gera að skrifa umsóknina. Og þetta er auðvitað bara lærdómsferli. Í fyrsta skipti sem þetta er gert, þá er þetta bara ógeðslega erfitt stundum. Mér fannst það líka og ég var með viðskiptafræðigráðu. En ég samt komst í gegnum þetta, og svo var ég betri þegar ég skrifaði næstu og svo ennþá betri þegar ég skrifaði næstu. Þannig að maður lærir bara svolítið inn á þetta, maður lærir að tileinka sér orðfæri, maður lærir að lesa í reglurnar og maður lærir líka að taka neginu þegar maður fær ekki styrkinn, það er ógeðslega fólk líka. En bara halda áfram, sækjum aftur, bara ekki gefast upp. Já, einmitt. Herri, ég ætla aðeins, við erum búin að kannski ekki mikið eftir hérna af útsettingum, ég ætla að reyna svo þess að ég geta að fara yfir spurningar sem eru komnar hérna, aðeins bara til þess að svara þeim. Hérna til dæmis er hún Rósa að spyrja, hvað með fyrirtæki í ferðaþjónustu? Til dæmis sem eru með skipulagðar ferðir erlendis, með sértækri fræðslu og ívafi, kannski eitthvað fræðslu og ívað sem hefur kannski verið gert áður en ekki kannski alveg eins, væri þetta hugmynd sem væri til dæmis styrkhæf, ef þú ert í einhverju ferðaþjónustu? Það er svolítið erfitt með ferðaþjónustu. Ferðatækni hefur náð í gegn eitt og eitt verkefni í Tækniþróunarsjóði. Þetta hefur verið svolítið eins og ferðaþjónustan hefur verið stór atvinnugrein á Íslandi síðustu 10 árin eða eitthvað, að þá hafa þau einhvern veginn ekki haft endilega sama aðgang að styrkjum eins og aðrar atvinnugreinar.
Ég myndi segja fyrir svona verkefni geti jafnvel verið sniður að sækja í til dæmis viðskiptahraðalinn sem að ferðamálastofa og Icelandic Startups hafa verið með fyrir fyrirtæki ferðaþjónustu. Fara inn í ferðaklasann, reyna að fá einhvern stuðning þar. Svo gætu verið, ef þeir eru til dæmis með ferðir erlendis, þá gætu verið einhverjir lokal styrkir á því svæði sem að veita einhverja styrki ef það samstarf við aðila. Til dæmis ef þeir eru með ferðir til Spánar þá mögulega einhver sjóður á Spáni sem að veiti styrki til uppbyggingu ferðaþjónustu á viðkomandi svæði í samstarfi við lokal aðila. Þannig að það er líka eitthvað til að skoða. En svona almennt séð fyrir ferðaþjónustuverkefni, það hefur verið svolítið erfitt, sko. Kannski atvinnumál kvenna, ef þetta í meirihluta kvenna. En já, það hefur verið meiri fókus á tækni í styrkjunum, þó það sé ekki algilt. Já. Hérna spurningu frá henni Sóley. Má reikna vinnuframlag sem mótframlag ef þessi krafist, eða þarf það alltaf að vera fjármagn? Það er oftast í lagi að reikna vinnuframlag sem mótframlag. Það er bara að passa að bókfæri kostnaður þarf að vera jafn hár og styrkurinn í það minnsta að má vera hærri. En það er mjög algengt á frumkvölu, sérstaklega að vera að sækja sprota, að þá sé mótframlag í formi vinnuframlags. Ef þið farið yfir, af því það er ekki mótframlagskrafa í sprota, en ef þið farið yfir budgetið þá getið þið gert það. Og eins að vera að sækja með uppbyggingarsjóðuna þá er mótframlagskrafa og þá er hægt að hafa vinnuframlag. Hann Jökull er með sömu spurningu hérna, en hann bætir hérna við að það væri gott að fá góð ráð varðandi hvað maður getur talið sem kostnað varðandi eigin framlag. Er eitthvað meira heldur en bara vinnuframlagi sem maður getur skilgreint þarna? Já, sko, það er eins og í tækniþróunarsjóði, þá er einn kostnaðarliður sem heitir samrekstur og aðstaða, sem er basically bara overhead. Það sem er verið að hugsa húsaleigu, hugbúnaðarkostnað, og bara svona almennan rekstrarkostnað við að reka þetta verkefni. Þið þurfum ekki að sýna fram og hafa eitt þeim pening í rauninni. Þannig að það er ein leið og það er líka hægt að gera það eins og þið verið að sækja í uppbyggingarsjóðuna, þá getið þið verið bara með aðstöðukostnaður. En athugið samt að stundum eru reglur hvað þessi kostnað má vera hár. Eins og í tækniþróunarsjóði er hann 20%, 25% af heildarkostnaðaráætlun fyrir utan aðkeypta þjónustu og svo í öðrum sjóðum getur verið mismunandi reglur hvað má vera hár. Við erum með ansi búið að safna mikið spurningum upp hérna. Ég ætla að taka hérna eina spurningu sem ég á búin að punkta líka hérna niður fyrir fundin. Þetta var kannski búin að svara þessu. Spurningin var geta einstaklingar sótt styrki eða þarf það að vera fyrirtæki? Og ég held að aðeins fara inn á þetta áðan, þessa spurningu er það ekki? Jú, það er mismunandi eftir hverjum sjóð fyrir sig hverju reglurnar eru, þannig að það er bara að skoða það. En allavega í sumum tilfellum þá getið þið sótt fyrir hönd óstofnaðs fyrirtækis og það er oft, ég held meiri segja það er jafnvel hægt, það var allavega þegar ég sótti senast í Rannís þegar ég var að sækja það var frumherja styrkurinn eða eitthvað svoleiðis að það var hægt að sækja fyrir hönd óstofnaðs fyrirtækis. Þannig að oft getur þið komist langt áleiðis án þess að þeir eru endilega búin að stofna fyrirtæki kringum það. Þá er alveg skiljanlegt að sé hægt að sækja En já, mismunandi eftir styrkjum. Hérna er ein flókið spurning líka. Hvernig get ég gert nákvæma kostnaðar og tekjuáætlun fyrir verkefni sem er ekki einu sinni hafið? Já, þá þurftum alltaf að byrja að hugsa, hver er hugmyndin, hver er lokaafurðin og svo kannski í hvaða skrefum ætla ég að þróa þetta. Það einfaldast að taka dæmi hugbúnað. Þú ætlar að þróa einhvern hugbúnað sem þú ætlar að gefa út. Lokaafurðin eru þetta, það er alltaf verið að þróa hugbúnað áfram en segjum svo lokaafurðin sé bara útgáfu 1. En áður en að gera útgáfu 1 ætlar að gera beta-útgáfu og áður en að gera beta-útgáfu ætlar að gera frumgerð. Þú ætlar kannski að sækja styrk til að þróa frumgerðina. Þannig að þá ertu aðeins búin að búta þetta niður, frumgerðin er lokaafurðin. Hvaða skref þarf ég að taka til að þróa frumgerðina? Hvað þarf ég að þróa? Í hvaða röð þarf ég að gera það?
hvað þarf í marga forritara, hönnuði til að þróa þetta, hvað kosta þeir aðalar á hverju mánuði, hvað þetta margir mánuðir, þannig að það stundum hægt að vinna sér svolítið svona aftur og bak og svo það bara tíma til allan kostnað. Ætlum við að gera þetta bara heima hjá okkur, ætlum við að leigja skrifstofu, einhver aðstöðukostnaður, einhver annar kostnaður, þurfum við að kaupa aðgang að einhverjum hugbúnaði, ætlum við að vera með GitHub, ætlum við að vera með greidda útgáfu af Asana eða Slack, þannig að það bara tímd allt saman til. Já. Út frá því hægt að gera og auðvitað áætlun auðvitað bara svona myndin af því hvernig verkefni lítur út í dag með þær upplýsingar sem þú hefur svo breytist hún. Flestar áætlanir breytast eftir því sem verkefninu vindur fram. Já. Þannig að þetta bara eins og verkefni lítur út í dag og svo breytir hún. Ég man þegar ég var að byrja að fylla út mína fyrstu umsóknir og var einmitt að og líka bara fyrstu viðskiptaáætlanir mín því að þegar maður var með viðskiptaáætlanir í gamla daga þá var maður alltaf með eitthvað skonar tekju áætlun þótt maður verið ekkert komin að stað og þetta var svo fyndið að maður var að leika sér með þetta í Excel og þetta orðatiltæki hjá frumkvöld alltaf svo auðvitað að vera ríkur í Excel og þetta var svo fyndið dæmi það, þú veist ég bjóð til einhver svona rök fyrir ég ætti að selja, þú veist 0,5% af öllum Íslandingum þetta bjóð til eitthvað kjánalegt og þá allt í einu fekk maður bara einhverja kurvu sem fóð bara upp og svo breytti maður eitthvað smá og þá var kurvan aðeins minni og svo einhvern veginn þetta var ekki, það er svo erfitt að koma einhverja nákvæma tölu í upphafi ég held að þetta sé þegar maður alveg á grunnstig það erfitt, en það sem þetta snýst er að vera með einhver rök á bakvið það og sýna fram á að maður sé aðeins búin að hugsa út í þetta bara hugsa út í þú veist, hvernig maður ætlar að ná til fólksins, þú veist, hugsanlega viðskiptavinna, hvernig maður ætlar að vaksa, hvað maður þurfa að gera til að vaksa og svona ákveðna hluti. Þetta bara gefur, þetta sýnir fólki að þið séu búin að hugsa þetta lengra heldur bara, þú veist, næstu sko. Já, það sérstaklega erfitt að gera tekjuáætlun fyrir verkefni sem ennþá bara hugmynd, þú veist, og margir lendi í vandræðum með það eru til dæmis að sækja sprota. En eins og þú segir, þegar maður að hugsa bara, okay, þú veist, hvaða viðskiptamódel ætla ég að vinna með út frá þeim upplýsingum sem ég hef í dag. Það er að leita að innblæstri frá öðrum sambærilegum fyrirtækjum sem eru kannski öðrum markaði. Hvaða viðskiptamódel eru þau með? Hvernig hafa þau verið að vaksa frá því voru stofnuð? Hvers virði eru þau í dag? Hvernig náðu þau? Hvaða markastrategíu nýttu þau til að ná til síns markhóps og bara fá innblástur frá öðrum sem hafa gert eitthvað svipað. Þetta snýst mikið að fara í smá rannsóknarvinnu og sýna bara að maður sé búin að vinna heimavinnuna sína. Þeir sem veita styrkina vilja láta eitthvað fá pening sem er líklegur til að ná árangri og kannski það sem sýnir það mest bara sýna það, ef alveg sýnir hann sé búin að vinna heimavinnuna sína, veit hvernig markaðurinn hvað hann þarf að gera og þar fram eftir. Við ætlum að klára að fara yfir aðeins fleiri spurningar en það fer svona að líða undir lokin á þessu og ég búin að fara yfir helstu spurningar sem ég ætlaði að fara yfir og en við munum aðeins halda þarna áfram en mér langaði bara að nýta tækifæri til þess að minnast á það að ég og Þórunn erum núna í samstarfi, við erum að leggja loka hönd núna á námskeið þetta, þar sem að Þórunn mun kafa mun dýpra ofan í þessi mál og í rauninni sýna skref fyrir skref hvernig góðar styrkumsóknir eru skrifaðar. Þórunn, þú getur kannski sagt okkur aðeins meira frá þessu námskeiði, hvað verður inn á því, en fyrir þau ykkar sem hafi áhuga á því, þá hægt að nálgast það núna og kaupa í forsölu á frumkvöðla.is/styrkir, en Þórunn, þú kannski segja okkur aðeins frá námskeiðinu. Já, sko, þetta námskeið er mjög almenns eðlis, við erum að reyna að búa til námskeið sem er fyrir flestar tegundir af verkefnum, þannig að við erum ekki bara fókus á nýsköpun, líka fólk sem eru í menningar- og listatengdum verkefnum, menntatengdum, ferðaþjónustu og það fram til göttunum. Og það sem ég mun fara yfir í námskeiðinu svolítið svona hvers konar verkefni eru styrkhæf, hvaða styrkir er það sækjum, allar svona undirbúningsvinnuna, en svo fer ég líka bara að útskýra hvað er nýnæmi. Hvernig ger ég verk- og kostnaðaráætlun, hvernig get ég gert tekjuáætlun. Þannig að ég er að kafa svolítið dýpra í alla spurningarna sem við erum búin að vera að fara yfir núna og fleiri. Hvaða hugarfar er gott að tileinka sér þegar vera að skrifa styrkumsókn, af því að þetta ferli getur líka verið bara svolítið tilfinningaþrungið, sérstaklega maður í langan tíma að skrifa umsókn eins og í tækniþróunarsjóð,
Fólk oft bara, og ég hef sjálf lent í því svona þegar ég var að byrja, bara eitthvað hvað er ég að gera, þetta glataverkefni, við fáum aldrei þennan styrk, ég kann ekki skrifa og allt þetta. Þannig hvernig maður svona getur farið í gegnum þetta ferli með jákvæðu og góðu hugafari, hvernig þú getur nýtt heimið, fólki í kringu þig til aðstoða þig, og svona nýta frásögnarlistina í umsóknarskrifunum. Mjög mikilvægt fyrir alla og við ætlum að vera með eitthvað smá bónus fyrir þá sem að skrá sig í dag í framhaldi af þessu og ég reyna að deila mynd hérna, sjá hvort ég geti gert það. Ég ætla að reyna á tæknikunnáttu mína. Sjá hvort þetta verki. Þetta virkaði. Já, ég er að vera búin að leggja lokahönd á svona vinnubók styrkjastefnu. Þannig að hún þá fer með fólki í gegnum bara svona stefnumótun og það sem við fórum mjög stuttlega í áðan, hvernig þú getur mótað styrkjastefnu fyrir fyrirtækið eitt sem svo gott að gera á 6-12 mánaða fresti og þessi styrkjastefna svo bara hluti af svona víðtækari fjármögnunarstefna því að það ekkert öll fyrirtæki sem eingöngu fjármagna sem styrkjum, þau líka fjármagna sem með fjárfestum, jafnvel með lánsfé, með samstarfsverkefnum. Þannig að þessi styrkjastefna þá hægt að svona plöggana inn í víðtækari fjármögnunarstefnu í fyrirtækina. Og svo náttúrulega líka ágætt að nefna það að til miðnættis, 31. október, þá verður námskeið líka á forsölu tilboð, þar sem það bara 19.900 í staðan fyrir 24.900 eins og verður þegar það verður komið í loftið 1. nóvember. Þannig endilega ef þið viljið fræðast meir styrki þá allan erum við að reyna að gera þetta aðgengilegra fyrir ykkur og vonum að þið nýtið ykkur það. En Þórunn, hefur tíma í að svara nokkur spurningum til viðbótar? Þannig að við getum aðeins. Já. Ég komið svo mikið maður langaði svona aðeins að reyna að hjálpa allavega. Sjá, förum aðeins í gegnum þetta. Varðandi kostnað, Rósa spyr varðandi kostnað, eru menn þá ekki að reikna sér laun inn í það að segja það að styrkir dekki launin á tímabilinu? Er ekki mikilvægt að maður reikni með því að maður sé að borga sér eitthvað laun? Jú, ég algjörlega og sérstaklega við þetta til dæmis 2 ára verkefni eða svona langtíma. Kannski í fræinu fólk oft bara að sækja styrk til að borga einhverjum til að gera fyrstu drög frumgerðar sem dæmi. Ef þið að sækja sprota eða frumkvæðis á Íslandsbanka eða atvinnumál kvenna eða einhvern þannig styrk eða uppbyggingarsjóð, það mjög mikilvægt að reikna sér laun, þá sé að launin verði mótframlag. Að setja ekki að reikna sér laun heldur að setja laun inn í kostnaðaráætlunina, þó svo þið ætlið svo ekki að greiða ykkur laun á styrktímabilinu. Ástæðan fyrir því til að sýna fram á hverju raunverulega kostnaðurinn við verkefnið og til að þið áttið ykkur á því hver raunverulega kostnaðurinn til framtíðar, af því að þó svo að kosti jafnvel minna að koma verkefninu af stað því þeir eru launalaus, en hvað þurfið að vera svo með í tekjur í framtíðinni til að þetta gangi upp? Já, líka önnur spurning frá henni Ástu Hrönn. Einhverjir styrkir sem aðstoða við húsnæðismál undir verkefnið? Svo sem kaupa á eigin húsnæði undir verkefnið eða leigukostnað? Nei, ekki. Eins og ég segi, þá hægt að vera með aðstöðukostnað inn í verkefnum. En það engin sér styrkir þar sem þú getur sótt til að kaupa húsnæði sem dæmi. En bara reikna þetta inn í verkefnið, hlutfallslega það. Já. Svo ein spurning frá Leticia, hún berir nafnið þetta rétt fram. Hún segir hæ, ég er hárgreiðslukona og mig langar að opna stofu, hvað þarf ég að gera? Ég kannski svara þessu, ég held að það sé erfitt að fá styrki í það, en ég er með námskeið í stofnun fyrirtækja inn á frumkvöðla.is og þar fer ég í öll atriði sem þarf að gera þegar maður stofnar fyrirtæki. Allt sem maður þarf að hugsa út í, hvernig maður sækir félagaformið og kemur því að stað, og fyrir fjármálin, ég fer yfir vask og rekstur og allt saman. Þannig að kíktu inn á frumkvöðla.is/stofnun og þá allar upplýsingar það. Þannig ég mæli allan með að það veri mjög fínt fyrsta skref fyrir til þess að áttaðu hvað þarf að gera. Sjá, spurning frá Brynjari, hversu hátt hlutfall styrkumsókna eru samþykkt eða synjuð?
Það að segja, hversu hátt hlutfall af styrkumsóknum eru raunverulega samþykkt? Það bara mjög mismunandi á milli sjóða. Já, Tækniþróunarsjóði fór þetta lægst held ég verið í 12% af þeim sem sóttu fengu styrk. Ætli það ekki verið í fyrra. Það er mjög misjafnt. Oftast hægt að finna upplýsingar úthlutun inn á síðu sjóðsins, þannig að þið geta að skoða til dæmis bara í fréttunum síðasta úthlutun og þá eru flestir sjóðirnir sem segja hvað voru margar umsóknir sem bárust og hvað voru mörg verkefni sem fengu styrk. Og það getur verið mjög mismunandi líka á milli umsóknarfresta. Tækniþróunarsjóður til dæmis með 2 á ári og hlutfall þeirra sem fá styrk á vorin og á veturna getur verið mjög misjafnt bara af því að þau eru með mismunandi mikið fjármagn til úthlutunar hverju sinni. Hérna spurning frá honum Agli. Tækniþróunarsjóður að horfa meira á gjaldeyristekjur eða störf á Íslandi? Hvað það sem þeir eru að sækjast eftir? Þeir eru svolítið að sækjast eftir verkefnum sem eru skalanleg. Þannig að það er verið að horfa á tekjuöflun, eða verðmætasköpun, sérstaklega í svona stærri styrkjunum. Verðmætasköpun sem það annars vegar bara tekjur og svo það innlendu verðmætin sem að fólk horfði sig nátt yfir. Það er að segja hvaða verðmæti er verið að skapa fyrir notendur vörunar. Það getur verið sparnaður, það getur verið auknar tekjur. Þannig að það er ekki kannski beint verið að horfa á störf á Íslandi. Margir sem að fá styrkina eru með stærsta hlutin af teyminu sínu útistan, Póllandi eða Úkraínu eða Serbíu. En það er bara verið að horfa svolítið á skölunar möguleika verkefnisins og líkurnar á því að verkefnið verði sjálfbært og skapi verðmæti í framtíðinni. Hérna, svo mikið hérna sem ég er með hérna. Hefur það mikil áhrif ef fyrirtæki hefur fengið styrk áður, jafnvel fyrir annað verkefni? Það er að segja, er það jákvætt að fyrirtæki hafi fengið styrk áður, annarkvort fyrir sama eða annað verkefni? Já, það getur verið jákvætt, sérstaklega að það hafi skilað verkefninu og það hefur verið árangursríkt, þá sýna þið fram á að við gerir það sem þið segist alltaf að gera, að þið skilja árangri í verkefnum sem þið takið ykkur í hendur. Hjá Tækniþróunarsjóði mjög algengt að fólk fari bara svolítið í gegnum ferli, byrjar í fræ, fer svo í sprota, sækir svo vöxt og svo jafnvel nokkra markastyrki. En það er ekki forsenda þess að fólk fái styrk og það ætti ekki að koma í veg fyrir að það fái styrk heldur. Hérna er ég með frá honum Nonna. Hann segir hérna, nú er ég með hugbúnaði fyrirtæki sem er að vera 10 ára gamalt. Við sóttum 2 sinnum Rannís og vorum ekki alveg nógu spennandi. Fórum því áfram á hnefanum, ég kannast við það, að hérna bootstrappa og koma sér áfram. Og hann segir við erum núna með yfir 50 fyrirtæki. Ég veit ekki hvort að hann eigi 50 fyrirtæki eða sem er 50 fyrirtæki sem viðskiptavini, en það gengur líklega vel. En samt vantar okkur meira pús. Við erum einmitt ekki góðir að skrifa eða marketing. Hvað getur verið næsta skref fyrir okkur? Ég held að þetta á að spyrja á hana að fara að halda áfram að sækja þessa styrki og ef það er tilfelli, hvernig á hann að gera það með góðum hætti? Nú veitum við ekki hvers eðlis varan þeirra en ef það einhver nýsköpun í vörunni þó svo fyrirtæki sem eru 10 ára gamalt, þá gæti verið séns fyrir ykkur að sækja markastyrk hjá Tækniþróunarsjóði. Það getur verið ágætis búst. Og þá getið þið líka haft inn í kostnaðaráætluninni af því að Nonni segir hann sé ekki kannski með markaðsþekkingu innan teymisins og þá er hægt að hafa í kostnaðaráætlun að kaupa ráðgjöf frá sérfræðingum inn í markaðsverkefni. Ég spá hvort það einhverju fleiri styrki sem dettur í hug svona þessu stigi. Þú veist, ef við færum að þróa nýja vöru þá getum við mögulega sótt styrk fyrir því ef það er nýnami. En oft það líka, ég hef fengið marga til mín sem hafa sótt styrk og ekki fengið og komið til mín eitthvað vit í þessu og þá bara mjög mikið vit í verkefninu. Það er mjög líklegt til árangurs af því að teymið er sterkt, það er mikið nýnæmisskildi, það eru mikil markastækifæri. En
aðilarnir voru kannski bara ekki alveg nógu góðir í að koma því á framfæri. Og þannig að stundum þá þarf líka bara að taka umsóknina upp aftur, jafnvel fá nýtt sjónarhorn á hana, fá einhvern ráðgjaf inn til að veita ykkur ráðgjöf eða hreinlega að endurskrifa umsóknina með ykkur og senda svo inn aftur. Einmitt. Hérna líka, það alveg að fara að klárast, við erum búin að vera núna í klukkutíma, ef að gefa þessu, Þórunn, hvað, að gefa 2 spurningar yfirbót eða? Já. Ekki. Andra Eyland, allan að það er nafni hérna á Zoom. Hæ, takk fyrir frábært framtak. Ég hef sótt styrk í nokkrum sinnum, fengi 1, með öllu orðin og já, hún að spyrja hérna, sko, hægt að fá yfirlestur og ábendingar hvað sé best að sækjum styrki fyrir akkurat þessu. Þannig að eru þið kannski að sitjast með fólki sem hefur sótt styrki áður, vantar bara smá aðstoð, þannig að getið þið lesið yfir hjá þeim, gefið þeim ábendingar og hjálpa þeim að koma á það næsta styrk. Já, ég með einn pakka sem er rauninni bara styrkja stefnuátu. þar sem að ég svona fer yfir verkefni með fólki, kortlegg hvaða styrkir eru álitlegir, tek fund með fólkinu til að fara yfir öll markmiðin, mögulega afmörkun verkefna og skila svo bara svona styrkja stefnu til fólk sem að það getur svo tekið og búið til aðgerðaáætlun út frá. Og svo líka hef ég stundum tekið að mig bara hreinlega að lesa yfir umsóknir, veita ráðgjöf varðandi hvort það ætti að sækja aftur, hvort þau þurfa að breyta verkefninu eitthvað, eða jafnvel bara komið svolítið inn í skrifin með fólki. Þannig að að gera bara að hafa samband við mig. Sjá, senastu spurningin hefnilega vel hérna góða. Fyrsta lagi það eru margir að spyrja út í hvort að þetta veri aðgengilegt eftir á og við ætlum að gera þetta aðgengilegt eftir á. Þetta verður aðgengileg upptaka af þessu inn á frumkvöðla.is. Það dettur inn fljótlega. Ég hugsa mér að þið getur horft þetta inn á frumkvöðla síðunni, Facebook síðun okkar líka. Það verður aðgengilegt þar í einhver tíma, Facebook live-ið. Þannig að þið getur horft á þetta aftur þar. En kannski loka spurningin. Já, þetta kannski góð spurning. Jökull spyr hérna, getur Þórunn kannski tala aðeins það hvar sé hægt að sækja styrki vegna nýsköpunarverkefna. Þannig kannski að þú tellir upp þessa helstu staði eins og Tækniþróunarsjóð og Rannís og hvar annars það svona, hvað annars sé í boði. Hann nefnir sjálfur þetta mjög góð upptalning hjá honum. Hann með Tækniþróunarsjóð sem náttúrulega Rannís. Hann með frumkvöðlasjóður, veit ekki alveg hvað, þekkir hann ekki alveg. Íslandsbanki og hann að tala um sprota og fræ sem náttúrulega bara undir Tækniþróunarsjóði. Og þú kannski heldur áfram, einhverjir svona helstu styrkveitendur sem fólk ætti að vita af? Já, sko þetta fer alltaf svolítið eftir hvaða afmarkaða sviði innan nýsköpunarverkefnið er. Inn á síðunni hjá Rannís þá getur bara farið í vinnan heitir nýsköpun, það farið í styrkir nýsköpun og þá fá þau bara langan lista. Og það til dæmis Tækniþróunarsjóður, loftslagssjóður, skattfrádráttur, það reyndar eitt sem við verðum að taka fyrir. Stundum eru fyrirtæki ekki að ná í gegn hjá Tækniþróunarsjóði eða hjá þessum sjóðum. Eru samt með verkefni þar sem er skýr nýsköpun, þá getið þið sótt skattfrádrátt sem í rauninni afsláttur af tekjuskatti og ef þið eru að skila tapi, að þá fáið þið bara greiðslu frá ríkinu. Og það þarf að sækja fyrir ný verkefni fyrir 1. október á hverju ári, þannig að fresturinn fyrir þetta ári liðinn, en þið geta sótt á næsta ári, fyrir næsta ár. Og þarna hægt að fá alveg hellings fjármuni tilbaka sem hefur verið fjárfest í þróun. Og þetta sérstaklega sniðugt fyrir fyrirtæki sem hafa ekki verið með styrki frá Tækniþróunarsjóði, en eins og ég segi eru með nýsköpun. En varðandi, til að koma aftur að hinni spurningunni, loftslagssjóður, matvælasjóður líka sem bara undir stjórnarráðinu, uppbyggingarsjóður landshlutana ef þau eru staðsett utan höfuðborgarsvæðisins eða verkefnið ykkar kemur einhvern veginn að þeim landshlutum, eru kannski með samstarfsaðila einhverju uppbyggingu, þá eru uppbyggingarsjóðir fyrir hvern landsfjórðung. Hvað meira? Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka,
og svo náttúrulega Evrópustyrkir, Horizon Europe nýtt prógram þar, svo LIFE áætlunin líka sem þá fyrir verkefni á sviði svona umhverfismála og nýsköpunar þar. Þetta svona fyrsta sem kemur upp í hugann, en það eru fleiri. Sagt, já, ef þið sækið líka í erlenda sjóði, svona samkeppnissjóði eins og Horizon, þá getið þið sótt sóknarstyrk, þannig að það eru margir sem að ráða erlenda ráðgjafa til að hjálpa sig að skrifa þessar umsóknir af því þeir eru mjög umfangsmiklar og það hægt að fá styrk til að greiða þessum ráðgjafum. Það enda greitt eftir á og líka ef þið komist í gegnum umsóknarfasan og þurfið að fara í viðtal í Brussel til að pitcha verkefninu, að þá líka hægt að fá ferðastyrk frá það heitir sóknarstyrkur. Það hægt að fá einkaleyfisstyrki. Ef þið eru að ráða inn erlenda starfsmenn sem að flytja til Íslands til að vinna að nýsköpunarverkefni, þá geta þeir aðallega sótt skattfrádrátt líka. Þetta allt inn á rannisíðunni. En að gera að þið farið á thorun.is að þá getið þið sótt styrkjalistan og þar ég búin að flokka styrki. Þá erum við að tala bara svona almenna nýsköpun í ferðaþjónustu eða svona ferðatækni, matvælatækni, loftslagsmál og svo fleira. Þannig að endilega þið getið sótt hann lista bara frítt. Róbert. Við látum þetta vera seinustu spurninguna, en ég vil minna á að það hægt að kaupa aðgang núna að námskeiðinu í styrkumsóknum. Ég ætla að deila með ykkur að getið þið séð síðuna og smá upplýsingar hvað verður tekið fyrir og annað slíkt. Og þið getið bara farið inn á og þið sjáu það eru 19 dagar eftir þangað til þetta fer í loftið og það verður tilboð þangað til það klárt, þannig að tilboðið núna 19.09 í staðinn fyrir 24.09 og þið smellið bara ef þið viljið kíkja á það. Og ef þið skráðu ykkur í dag þá fáið þið auka bónus styrkjastefnuna. Já, og deili bara mynda af þessari vinnubók. Þetta eitthvað sem fáið núna ef þið skráðu ykkur í dag, en endilega nýtið tækifærið og ég vona bara svo sannarlega að þið hafi haft gagn og gaman af þessari útsendingu. Við erum allavega búin að fá rosalega mikið af fólki, hafa rosalega góð mæting á þetta og ég sá bara á Zoom að það voru bara hátt í 100 manns, ég veit ekki ennþá hvað var inn á Facebook Live. Þannig að þetta rosalega mikill áhugi á þessu, fengur rosalega mikið góðum spurningum frá okkur. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir það, því að það gerir þetta líka skemmtilega fyrir mig og Þórunni þegar við fáum svona góða spurningar. Þannig að ég vonast bara til að sjá okkur öll á þessu námskeiði og ég vona bara ykkur gangi vel í styrkumsóknunum í framtíðinni. Þórunn, vilt þú bæta ykkur við eða eitthvað lokaorð hjá þér? Já, kannski bara eitt varðandi námskeiðið að það að fullu rafrænt, þannig að þið getur bara tekið á þeim tíma sem ykkur hentar, þið þurfum ekki að mæta neinum stað og neinum tíma. Þetta algjörlega rafrænt og þetta svona sambland, þetta stuttir fyrirlestrar og vinnubækur og alls konar stuðningsefni og vinnublöð sem þið fáið sem þið getur þá farið í gegnum á meðan þið eru að skrifa styrkumsóknunar. Nákvæmlega. Herru, þá segi ég bara takk hérlega fyrir og við bara sjáum síðar.